Jón Þór, leikur á móti Ylvers, finnska liðinu á morgun. Bara hvað getur þú sagt okkur Ylvers? Þetta hörkulið, vel mannað og finnska deildin auðvitað er hörku deild og þeir áttu frábært tímabil í fyrra. Hyggstuðu svo aðeins í upphafi tímabils núna og skiptu þjálfara fyrir ekki svo löngu síðan. Ríðu spánska þjálfara sem að er væntanlega núna bara á milli verkefna og milli leikja að setja sitt handbragð á liðið, þannig að pínu erfitt að lesa akkurat í það en þetta hörku lið og bæði vel spilandi og hörku öflugir. Hefur eitthvað kynntir svona hans sögu, veistu eitthvað hvernig hann er að fara að spila? Já, hann hefur allavega verið að byggja upp með 3 hafsendum og falla niður í 5 manna vörn og væntanlega bara hefur spænst bara halda vel í bolta og tengja saman spilið og þess áttar spil út frá marki og þannig að við bara gerum ráð fyrir því og en númer 1, 2 og 3 þetta snýst að við náum góðri framistöðu og náum okkar allra besta fram á morgun. Hvernig svona lítur bara hópurinn út eftir að leika á móti KR? Er orka í öllum? Já, hópurinn lítur mjög vel út og hópurinn hefur bara gert vel í því núna síðustu daga. Þessu var bara hendi ruslið þannig vestur í bæ og hort fram á veginn og það er bara fullu fókus á þessa leiki núna sem eru framundan. Það er stór verkefni sem liðið er að fara að taka þátt í núna á næstkomandi vikum, þannig að það er bara fullu fókus á það og ég hef verið mjög ánægður með það. Þegar þú nefnir þetta með KR, þessu styrta niður einhvern veginn, er ekkert svo tekur úr þennan leik? Nei. Bara nákvæmlega ekkert? Ekkert. Ekki neitt og bara lagði áherslu á það að það var bara skilið eftir og það var ekkert sem við tókum út úr því annað en náttúrulega bara við erum í ákveðni álagsstýringu og sumum vantaði mínútum meðan aðri þurftu á að skipta þeim á milli sín og svo framvegis, þannig að það gekk vel og þess áttar, þannig að við komumst vel í gegnum það þannig. En öðru leyti ekkert sem við tökum út úr því nema skít og skömm og skiljum það eftir einhvers staðar annars staðar. Hvernig leik má búast þig á morgun og er eitthvað svona sérstakt sem þú vilt ná að sýna, þú veist að þitt lið sýni? Já, ég vil bara að við sýnum okkar allra bestu hliðar. Við þurfum að vera onnit á morgun til þess að eiga okkar allra besta leik og koma okkur í sem besta stöðu fyrir seinni leikin, en við þurfum líka að vera klókir og agaðir í því í því hvernig við mætum þeim og á köflum að þá þurfum við líka að vera klókir og agaðir og þolinmóðir og þannig að við þurfum að eiga bara góða framistöðu morgun og stjörnuliðið þarf að vera upp á sitt allra besta á morgun. Það er ekki nokkur spurning og þannig að við erum bara spenntir og tilbúnir og búinir að undirbúa okkur vel fyrir þetta. Hvernig eru svona nýju menn að koma inn, Árni, Ari og Kristján? Jú, bara virkilega vel. Kristján auðvitað kom bara í gær, þannig að fyrsta æfingi hjá honum áðan og lítur bara virkilega vel út saman með þetta Árna og Ara. Þeir hafa meiri reynslu og í svona félagaskiptum að þeir koma bara og láta strax finna fyrir sér og til sín taka, þannig að það hefur verið gríðarlega gott að fá þá alla inn og mér líst bara gríðarlega vel á það. Ari kom inn í síðasta leikana, tilbúin að byrja á morgun? Það kemur bara í ljós á morgun en já, hann er alveg tilbúin í það og lítur bara vel út. Eftir að Kristján kemur, eru þið að skoða einhverja stöðu í hópnum eða vantar þið leikmann í glugganum? Nei, ég er gríðarlega ánægður með leikmannahópinn og hvernig þetta lið er mannað og við erum með stóran og öflugan leikmannahóp, marga góða leikmenn og ég er bara hæst ánægður með það, þannig að það er ekki nema eitthvað mikið breytist í því að verða einhverja fréttir frá okkur. Það er alltaf deildarleikur svo á sunnudaginn, nærðu alveg að ýta því í burtu þegar leikur á morgun? Já, 100%, við erum bara með fullan fókus á þessum leik á morgun og svo bara byrjum við þegar að dómarinn flautar til leiksloka þá fyrir við að pæla í öðrum verkefnum og það er eins og ég sagði það eru stór verkefni framöndan og þetta er spennandi tími til að vera í Stjörnunni, þannig að mikil tilhlökkun og margt framöndan. Hversu mikilvægt er að fá góðan stuðning á morgun? Það bara skiptir öllu máli og ég bara hvet alla sem að nokkuð tíman hafa
vettlingi valdið að koma á völlin á morgun og bæði unga og aldna meðlum í Silfur skeiðarinnar að koma og flykkjast á völlin. Það er að byrta til hérna í Garðabænum, það er að létta til og þannig að það er að gera að koma og fá sér burger og bjór og horfa á góðan fótboltaleik og ég meina Evrópuverkefni hérna á Samsung er ótrúlega skemmtilegt og gaman að taka þátt í því og bara forréttindi að gera það, þannig að ég vona sem allra flestir mæti á morgun og styðji liðið og taki þátt í þessu verkefni með okkur. Takk fyrir því og þú eru gangið vel á morgun. Kæra þakki, takk.